Sæl og blessuð, gestur minn að þessu sinni Einar Loftsson, starfsmaður í málingarbarnum í Bíkóbreyt. Mikill safnari gamalla dagbóka og á hann núna eitt stærsta safn dagbóka sem getur hér í Kópavogi. Hann hefur safnað þeim frá árinu 2008 eða strax eftir hrun þegar ljóst var að dagbækur yrðu ekki gefnar út nema fyrir stóru fyrirtækin. Einar maður aðgerða, enda nýkominn úr einni slíkri þar sem hann reyndi að breyta kyn sínu úr karlkyni yfir í hvorugkyn. Sú aðgerð mistókst hraplega, enda mikill karlkyns hormónamaður. Einar tekur starf sitt mjög alvarlega og segir að enginn fái vinnu í málingabarnum í Bíkó nema ganga í gegnum ýmsar þrautir. Þrautaganga Einars ríður ekki einteimingi en Einar eini maðurinn sem hefur lent í útistöðum við mannanafnanefnd og unnið sigur. En hann lét skýra sig upp á nýtt og heitir núna Kópal Loftsson. Kópal segir farir sínar ekki sléttar hvað það varðar. Allt og mikið regluverk hefur hamlað því að konan hans verði skýrð harpa. Við hittum Kópal Loftsson fyrir þar sem hann var nýkominn í vinnuna og á leið í kaffi. Í kaffitímunum les Kópal ekki blöðin eins og annað fólk, heldur les hann litaspjöldin frá málningu. Við spurðum hann hvort að baráttan við mannanafnanefnd hafi breytt honum. Við kveðjum Kópal Loftsson með þessum fögru orðum og gerum þau að okkar. Viðskiptavinir Bíkó gefum lífinu lit með Kópal Loftsinni og látum okkur hverfa inn í myrkrið, enda sólin að síga endalaust til jarðar með Akrafjallið í baksinn í speglinum. Og látum Kópal hafa loka orðið með þessum fleygum setningum: Ég er litblindur. Ikke for 1 krone. Jeg er færdig. Må jeg hente det? Bare opfør hånden. Já, komið í sæl og takk fyrir að koma á fund með svona skömmum fyrirvara. En fyrirtæki stendur á ákveðnum tímamótum hjá okkur. Vöruvöndun í verslunum okkar orðin veruleg og við þurfum að grípa til róttækra aðgerða. Ef fer fram sem horfir, þá eins og ég sagði þarf að loka verslunum hjá okkur. Já, ástandið mjög alvarlegt og ég legg til að Gunnar skjali þetta upp og setji verkferil á málið. Indriði? Já, það er alltaf mjög margt sem eftir að laga hérna. Indriði? Ljósitinn á langaganginu, að sama kann að skrúa kranana, það leggur alltaf að. Og rafvirkjarnir sem voru að vinna hérna í vetur, ég var búinn að margbiðja þá að moka planið, að moka snjóinn. En það var aldrei gert. Og hver ber ábyrgð á ofnunum hérna? Það er alltaf eitthvað bank í þeim. Það er sem sé fullir á lofti. Og hver ber ábyrgð að hleypa því úr? Á ég að gera það? Haltu hurðinni. Ertu verslunarstjóri hérna? Nei, ég er nú bara á vörustjórnaðan sviði. Já, ég er alveg að verða brjálað. Það er einhver aukaljóð í bílnum mínum sem ágerisleiðu í keyra meira. Ég er alveg að verða brjálað. Þetta er, hver á að gera við þetta? Og ég að gera það?
Heiðar er komin í það, býtu. Já, ég er. Já, bæ. Geturðu bjargað mér? Ég var með litlan á bílunni. Bílum mínum? Já. Hvað er það að gera? Ég er aðeins að skjóta bara. Er ég nóg á bílum að þetta? Jú, en þetta er bara svolítið sérstakt. Ég þarf að fá bílinn. Það er reyndar, það er ekki laus. Ég er ekki að fara neitt. Það er ekki að gera vandamál. Þú veist eitthvað hlóðið, maður? Já, þetta er ekki svo. Heyrðu? Skrýtið svipur að þér. Nei, ég er hérna... Fara varlega? Já. Kemur út í núna eftir. Ekki lengi. Nei. Takk fyrir þetta. Ávæ. Emma. Huh? Emma. 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 Nouveau le trèfle maxifeuille, vraiment plus large.